Við ætlum þá að kíkja á skák frá árinu 2013 milli Magnús Carlsen og Viswanathan Anand. Carlsen og Anand hafa telt 2 heimsmeistaraeinvígi árið 2013 og 2014 og Carlsen sigraði í báðum. Og þessi skák var telt einungis mánuði fyrir fyrra einvígið þeirra á minningamótinu Tal í Moskvu. Carlsen hefur hvítt og hóf skákina á því að leika D4 og Anand svaraði því með riddara F6. Anand hefur mikið telt slavneska vörn sem hefst á leikjunum D5, C4 og C6 en ákveður í þessari skáka tefla nims og indverska vörn sem hefst á þessum byrjunarleikjum hér. Hér á hvítur marga góða möguleika. Hann getur leikið peðinu sín á F3 eða á A3, hann getur leikið riddara F3, jafnvel biskup G5 en leikurinn sem að Carlsen velur í þessari skák er mjög algengur E3, svokallar Rubinstein afbrigði og hugmynd hvíts geti verið að stilla biskupinn sínum upp á D3 og riddaranum annarkvort á F3 eða á E2 að ná tökum á miðborðinu og reyna að ná að leika E4 við hentugt tækifæri. Anand svaraði þessu með að hrókara stutt sem er sveigjanlegur leikur. Möguleika Svarts byggja á því að annarkvort staðsetja biskupinn sinn á löngu skálínunni með B6, leika C5 eða D5 og Carlsen léki þessari stöðu riddari G til E2. Algengari leikur er biskup D3 eins og ég nefndi áðan og framhaldi geti þá verið D5 en riddari G til E2 hefur þann kost að valda hinn riddarann á C3 og hugmynd hvíts er að leika A3 og ef að svartur drepur þá á C3 þá getur hvítur auðvitað drepið tilbaka með riddaranum og fær þá ekki tvípeð eins og í mörgum afbrigðum nims og indverska varnar. Hér lék Anand D5 og eftir A3 þá hörfaði Anand með biskupinn niður á E7. Hér er þetta ekki gott fyrir svartan að fara í uppskipti á C3. Eins og ég segi, hvítur drepur tilbaka með riddara og hefur heilbrigða peðastu og biskupaparið. Þannig að biskup E7 er eðlilegri leikur. Nú kom C-drepur D5 hjá Carlsen og Anand drap tilbaka með riddara. Annar leikur fyrir svartan er að drepa tilbaka með peði sem lítur eðlilega út. Þá á hvítur nokkar góða möguleika. Einn góður leikur hér er riddari F4. Annar góður leikur er að leika G3 og skásetta biskupinn og setja pressu á miðborðið. En eftir riddari drepur D5 hjá Anand þá lék Carlsen biskup D2 sem að valda auðvitað riddarinn á C3 og eftir riddari D7 kom núna G3. Maður geti ímyndað sér að hugmynd hvíts með biskup D2 var að leika hérna E4 og drepa þá tilbaka á C3 annarkvort með biskup eða riddara og ná sterku á miðborði en Carlsen velur rólegri leik G3. Þetta er kannski leikur sem að hentar honum betur. Carlsen hefur gríðarlegan styrkleika í að tefla svona rólegar stöður þar sem hann hefur örlítið betri stöðu. Hér lék Anand B6 með hugmyndinni biskup B7. Svartur á marga aðra leiki í þessari stöðu. Hann getur farið með riddarann sinn á F6, hann getur drepið á C3 og leikið C5 en hvítur stendur alltaf örlítið betur í svona stöðutypum. Við sjáum biskupinn á G2 er mjög sterkur í þessari stöðu og svartur á þetta erfitt með að losa biskupinn á C8 og þess vegna leikur Anand strax B6 til þess að virkja biskupinn. Og nú kom riddari drepur D5 hjá Carlsen með þeirra hugmynda eftir E-drepur D5 þá virðist biskup B7 ekki vera eins góður leikur og áður því að nú er skálínan lokuð. Hér kom biskup G2 sem hótar auðvitað D5 peðinu og hér þarf svartur að velja milli þess að hafa biskupinn sinn á B7 svolítið passívan eða þá að leika riddari F6 og valda þar með D5 peðið og staðsetja þá biskupinn sinn jafnvel á F5 í framhaldinu. Þetta er sennilega býsna góð leið fyrir svartan. Svartur stendur ágætlega í þessari stöðu. En leiðin sem að Anand valdi er örlítið varnarsinnari, passívari eins og við segjum, með biskup B7 og hér lék Carlsen mjög athyglisverðan leik. Hann lék biskup B4. Eðlilegu leikur í þessari stöðu er til dæmis að hrókara stutt og þetta hefur verið telt áður. Eftir hrókur E8 getur komið drottning C2 og hvítur stendur örlítið betur í þessari stöðu. En biskup B4 er mjög athyglisverður leikur hjá Carlsen og hugmyndin er að
ef svartur drepur á B4 sem liggur beint við, gefa hvítum tvíbeð, þá á hvítur möguleika í framhaldinu að sækja bæði eftir A-línunni og líka eftir C-línunni. Og peðin hjá svörtum á C7 og A7 eru svolítið skorðuð. Framhaldi getur orðið drottning E7, drottning A4 eftir riddari F6 stuttrókun og hvítur hrókurinn á leiðin á C1 með smá pressu á svörtu stöðuna. Annar leikur fyrir svartan í þessari stöðu eftir biskup B4 er að leika C5 og reka biskupinn tilbaka, en hvítur stendur örlítið betur í þessari stöðu eftir riddari F4 með pressu á hangandi peð svarts á miðborðinu. Anand lék í þessari stöðu riddari F6 ákvað að drepa ekki biskupinn á B4 og Carlsen hrókuraði stutt, og nú kom hrókur E8 hjá Anand og hrókur C1 hjá Carlsen. Og á þessum tímapunkti hefði Anand alveg getað hugsað sér að taka biskupinn á B4 því að nú er hvítur búinn að fara með hrókinn sinn af A-línunni yfir á C-línuna og þyrfti þá jafnvel að eyða leik seinna meir í að fara með hrókinn aftur yfir á A-línuna til þess að virkja hinn hrókinn á C-línunni. En Anand valdi aftur svolítið passívan leik í þessari stöðu. Hann leik C6 og þetta gerir hvítum dálítið auðvelt fyrir í framhaldinu að búa sér til mótspil og taka frumkvæðið. Carlsen drap núna á E7 og eftir hrókdrepur E7 kom mjög góður undirbúningsleikur hjá Carlsen. Hann leik hrókur E1. Plan hvíts í þessari stöðu er að reyna að byggja upp sterkt miðborð í framhaldinu með að leika F3 og setna E4 eftir góðan undirbúning. Hrókurinn stendur þess vegna vel á E1. Svartur er dálítið mótspilslaus í þessari stöðu. Biskupinn eins og áður sagði frekar lélegur hérna á B7 fastur bak við peðinn. Við sjáum að aðalpeð svarts er á hvítum reitum en aðalpeð hvíts er öll á svörtum reitum, raunar öll peð hvíts á svörtum reitum sem tóna mjög vel við biskupinn á G2 sem er á hvítum reitum. Anand leik núna drottning D6 og Carlsen leik þá riddari F4. Riddarinn er góður á F4, hann setur óbeint pressu á D5 peð og kemur svolítið í veg fyrir að svartur ná að losa sig með að leika C5 afsakið. D5 peð eru þá veikt í framhaldinu. Auk þess getur hvíti riddarinn bakka hérna niður á D3 þangað sem hann kemst á E5 og valdar auk þess C5 reitin. Og með þessum leik riddari F4 opnar hvítur auðvitað líka fyrir hróknum. Eins og áður sagði planið að leika F3 og setna E4. Hér kom lélegur leikur hjá Anand. Hann leik biskup C8. Hugmyndin greinlega er að virkja biskupinn á nýrri skálinu en sennilega hefði besti leikurinn verið hrókur C7 sem er auðvitað passív vörn, en fyrst að Anand búinn að leika nokkrum svona varnarsinnuðum leikjum í röð þá hefði kannski verið bara best að halda áfram að verjast. Hvítur stendur töluvert betur í þessar stöðu eftir drottning A4. En eftir biskup C8 kom drottning A4 sem hótar auðvitað peðinu á C6 og hér hefði Anand mögulega þurft að viðurkenna mistökin sín og fara bara aftur með biskupinn á B7 til þess að valda C6 peðið. Því að leikurinn sem hann leik er ekkert sérstaklega góður. Hrókur C7 því að núna kom F3 og nú er svartur með leiðinda veikleika á C6 og þarf auk þess að reyna að bregðast við framrás hvíts á miðborðinu með E4 og það má eiginlega segja núna að svartur sé komið með 2 veikleika, annars vegar þennan á C6 eins og ég segi og hann er með veikastöðu á miðborðinu í framhaldinu. Og 2 veikleikar eru oft lykilatriði til þess að vinna skákir. Stundum er ekki nóg að hafa bara 1 veikleika í stöðu andstæðingsins, maður þarf að hafa 2 til að gera hlutina erfiðari fyrir hann og það er einmitt það sem gerist í framhaldinu. Hér kom biskup E6 hjá Anand og núna loksins E4 og við sjáum að hótun hvíts er auðvitað að leika E5 og vinna mann og hér er sennilega skásti leikurinn fyrir Anand drottning D7 en eftir riddari drepur E6 og drottning drepur E6 og E5 og þá F4 þá sjáum við að hvítistaðin er mun betri. Biskupinn á G2 töluvert betri en riddarinn á E8 sem áhengar reiti og plan hvíts er auðvitað að sækja fram á kongsvagnum, reka drottninguna tilbaka eða þá að sækja veikapeðinu á C6. Þetta er erfið staða fyrir svartan. Þess vegna drap Anand hérna á E4 með peði sem er ekkert sérstakuleikur því eftir E4 þá er hvítur með gríðarlega sterkt miðborð og óþægilegar hótanir að ryðjast áfram með peðin á miðborðinu og allir hvítumennirnir standa mjög vel og pressan er ennþá mikil á C6 peðið hjá svartum.
Hér hefði getað komið til greina fyrir annan til að leika B5 sem hann gerði þó ekki. Hvítur getur þó hörfað með drottninguna niður á D1 og eftir mögulegt framhald eins og drottning D7 og E5 þá sjáum við að hvítur hefur mjög gott tök á stöðunni. Riddarinn á leiðinni til dæmis hérna á C5. Hvítur getur rólega heitum tvöfaldar hrókan á C-línunni og auki pressuna á veika C-skrifbeðið. Þetta er mjög þægileg staða fyrir hvítan að tefla. Anand bakkaði með drottninguna hér á D7 og hér kom mjög sterkur leikur hjá Carlsen. Hann leik hérna D5 og þessi leikur, þegar ég var að fylgjast með þessari skák, myndi mig dálítið á skákstíl Garri Kasparovs sem var oft vanur að leika peðum beint ofan í þrælvaldaða reiti til þess að opna stöðuna. Og það er einmitt það sem gerist hér í þessari skák. Staðan opnast algjörlega hvítum í hag og framhaldið er mjög skemmtilegt. Við sjáum eftir C3 D5 sem Anand lék, þá fór Carlsen í drottningarauðskipti á D7. Anand drap tilbaka með hrók og ég man að þegar ég fylgdist með skákinni þá var ég að velta fyrir mér hvað Carlsen var eiginlega að tefla upp á hér. Leikurinn sem hann leikur beint við í þessari stöðu er E3 D5 en það gefur hvítum ekki neitt eftir biskup F5. Við sjáum að eftir leikurinn svo D6 sem hótar auðvitað hróknum á A8 þá kemur bara hrókur all D8 og peð á D6 er að falla. En hér leik Carlsen frekar óvæntan leik að mínu mati. Þetta er leikur sem ég sá ekki á meðan ég var að fylgjast með skákinni sem er riddari drepur E6. Þessi riddari sem er búinn að vera sterkur alla skákina tekur mjög passívan biskup á E6 og leið að ég sá þennan leik þá myndi þetta mig strax á sjöttu einvígiskák Fischer og Spassky frá einvígi aldarinnar 1972 þar sem að Fischer lék riddari drepur E6, hann var með riddarinn sinna á D4 og drap álíka passívan biskup og vann í framhaldinu skákina með hvítridarbiskup gegn mjög lélegum riddara. Mjög svipað og gerist í þessari skák. Þannig að hér sjáum við eitt dæmi það sem að menn nota ákveðið munstur sér í hag sem þeir hafa lært. Þannig að Carlsen drap biskupinn á E6 og Anand drap tilbaka og þá kom biskup H3. Og núna loksins skildi ég hvað Carlsen var að tefla upp á. Í þessari stöðu er nánast ómögulegt fyrir svartan að verja peðið sitt á E6 og það er mjög óþægileg leppun í gangi hérna eftir þessari skálínu. Hvítur hótar í mörgum tilfellum að drepa peðið á D5 og virkja þá hrókin sinni eftir E-línunni og auk þess hefur hvítur góð tök á C-línunni líka. Allt þetta þó að hvítur sé peðið undir. Hér getur svartur auðvitað leikið kongur F7 sem er kannski fyrsti leikurinn sem hann dettur í hug. En eftir E3 D5 þá hrynur svartastaðan algjörlega því að hvítur hótar að taka hérna á E6 með skák. Ef að svartur velur að leika hrókur E8 til þess að valda E6 peðið þá kemur líka E3 D5 með hóturinn að drepa á E6. Þetta er mjög erfitt fyrir svartan. Anand leik þess vegna kongur E8 og gefur peðið tilbaka og Carlsen ákvað að leika strax E5. Það kom líka til greina að taka á E6 en E5 er sterkur leikur. Riddarinn bakkaði hérna á G8-réttin og þá loksins tók Carlsen á E6. Hér kom hrókur D8 hjá Anand. Sennilega hefur verið skárri möguleika að gefa peðið á D5 strax með að leika hrókur E7 og þá getur svartur eftir biskup drepur D5 leikir hrókur D8 og reynt að verjast í þessari stöðu. Staðan sem kemur upp í skákinni er töluvert erfiðari fyrir svartan. Eftir hrókur D8 þá kom hrókur C7 og í framhaldinu reynir hvítur auðvitað að vinna þetta D5 peð og hrókurinn er auk þess virkur eftir 7. reitarröðinni. Þannig í framhaldinu sem við skoðum áðan með hrókur E7 þá nær svartur allavega að halda valdi á 7. reitarröðinni sem að tefur allavega hvítan í sínum sóknarleikjum. En eftir hrókur C7 þá leik Anand D4 og hér kom biskup D7 sem er mjög sterkur leikur sem að lokar svartan algjörlega inni og hér eftir smá umhugsun þá gafst Anand upp. Flestir hefðu nú reynt að berjast aðeins í þessar stöðu en Anand komst að þeirri niðurstöðu að það væri bara raun og veru engin vörn í boði. Svartur getur auðvitað leikið riddari E7 þá kemur hrókur D1 sem hótar auðvitað D4 peðinu. Það er ekki hægt að valda það. Svartur getur reynt leikinn svo riddari D5 hrókur B7 og hrókur B8 en eftir uppskipt á B8 og hrókur drepur D4 þá er hvítur peðið yfir með mjög hættulegt frípeð á E-línunni og eftir riddari E7 og biskup B5 þá kemst hvítur hrókurinn auk þess upp á 7. reitarröð og þessi stað er algjörlega vonlaust fyrir svartan. Þetta var glæsileg svona tæknileg skák hjá Carlsen
svona típisk skák fyrir hann þar sem hann fær örlitla yfirbörði eftir byrjunina og þrengir smátt og smátt að anstæðinu sínum. Fullkomlega tefld skák hjá Carlsen. Takk fyrir þetta.